Komið í sæl. Skulum hefja yfirferðina í kvöld eins og oftast áður á því að líta hér á stóra Atlantshafskortið á bak við okkur og það er hérna, við sjáum að það kemur hérna smá lægð, strýkur við norðausturströndina í nótt og morgun og svo deyr hún svona hægt og bítandi þegar hún kemur hérna austur fyrir land. Næsta lægð er hérna vestan við Grænland, hún mun síðan koma hér yfir aðra nótt og gefa okkur rigningu á seinnipartinn á mánudaginn og svo erum við með þessa lægð hér yfir Eystrasaltinu og hún gefur skúraleiðingar nokkuð víða í norðurhluta Evrópu. En á hitasviðinu þá erum við inni til þess að gera frekar hlýjum loftmassa og þessi lægð sér til þess að hann heldur áfram að vera hér og svo við fylgjumst við með lægðinni hér á vestan við Grænland og hún ýtir hlýju lofti langt norður eftir Grænlandi að auki, þannig að við verðum í þessu svona svip loftmassa út vikuna má segja, næstu viku. Þannig að spáin þá fyrir kvöldið, nóttin og í fyrramálið er að það er þessi svona smá skúrabakkar sem fara og eyðast í nótt og það fyrir að létta til nokkuð víða. Þannig að í fyrramálið þá hreinsar hann af sér svona mestu leyti skýjahuluna af landinu. Það verða einhverjir svona viðlóðandi þokubakkar við norður- og austurströndina sérstaklega en ekkert mikið samt sem áður og svo þegar að líður á morgundaginn þá fer nú að koma einhver svona bakkar aftur á norðausturlandi með einhverju stöku síðdegisskúrum en við sjáum hér að það er býsna bjart og fallegt veður hér hádegisbil á morgun og það verður líklega hlýjast á Austurlandi. Síðan er þá þróunin áfram út morgundaginn eins og áður sagði þá fer að mynda svona smá síðdegisskúrir hér á norðausturhorninu þegar líður á morgundaginn og aðfarnast mánudags og svo sjáum við hér í bakka þegar kemur hérna undir hádegi á mánudag að það er svona farið að þykna upp hérna allra vestast. Það er yfirleitt þá bara háský sem koma fyrst, við sýnum hér lágskýin og svo aftur á móti þá bjart og fallegt veður. Það mun nú hlýna aðeins meira fyrir norðan og austan þegar líður á mánudaginn en þó ekki meira eins og að það hitinn gæti farið í svona upp undir 20 gráðurnar þar sem best lætur en varla mikið yfir. Þróunin síðan áfram frá mánudegi til þriðjudags að hér sjáum við hvernig rigningaskilin koma hér inn undir kvöld á mánudag, kannski svona eftir 5-6 allavegana og þau fara hér yfir landi. Það verður mun minni úrkoma fyrir norðan og austan eins og vera vill í þegar svona skil fara yfir landið. Mesta úrkoma verður þá hér áveðurs á sunnan- og vestanverðu og á þriðjudaginn þá er þetta svona keimlíkt, hitinn yfirleitt yfir 10 gráðum á láglendi og upp í svona 16-18 stig hérna þar sem best lætur á norður- og austurlandi. Síðan ef við lítum yfir á miðvikudag þá er vindáttin býsna svipuð, þetta er svona suðvestlægt, sunnan-suðvestan. Það er áfram hlýtt og bjart svona með köflum allavega á norður- og austurlandi og líklega hlýjast á Austurlandi ef þetta verður ofan á. Einhverjar svona skúraleiðingar hérna með sunnan- og vestanverðu landinu en til þess að gera ekki mjög mikil úrkoma samt sem áður. En við skulum þá skella okkur yfir til Evrópu og það er þessi lægð hér yfir Óslóarsvæðinu sem að gefur skúri nokkuð víða og hennar áhrifa gætir á Bretlandseyjum og eiginlega í allri Norður-Evrópu má segja og við sjáum betur á eftir hvernig þetta liggur líka yfir Frakklandi og Niðurlöndunum en aftur á móti hér yfir austurhluta álfunnar er léttskýjað og áfram ennþá mjög hlýtt 35-38 stiga hiti nokkuð víða og svo við Miðjarðarhafið er almennt frekar bjart en við sjáum hér skúraleiðingarnar nokkuð víða þá inn á meginlandinu. Undanskilið er Íberíuskaginn, hann er nánast úrkomulaus, það er þá helst í Pýreneafjöllunum þar sem að gætu verið einhverjar skúraleiðingar. Á Kanarí er norðanátt eins og búið að vera undanfarna daga. Það er viðbúið að geti gert einhverjar smáskúrir svona á norðurhluta eyjanna en aftur á móti sunnan til er þá mun bjartara og þar að ekki örlítið hlýrra. Í Ameríku eru nokkuð víða skúraleiðingar á allri austurströndinni og hér inn í miðríkin. Það var til dæmis 250 mm úrkoma í Texas í gær og olli það staðbundnum flóðum og töluverðu tjóni en það hefur nú dregið töluvert úr og það mun minni úrkomu spá fyrir morgundaginn heldur en var í gær. Vesturströndin björt og falleg, þannig þar er bara hið besta veður en við skulum láta þetta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.